þarf alltaf að svara kauptilboði. Þegar kaupandi gerir tilboð, þá hefur seljandinn 3 leiðir til að svara. Hann getur tekið tilboðinu, hann getur gert gagntilboð og hann getur hafnað því. Ef hann gerir gagntilboð, þá hefur kaupandinn að sama skapi 3 leiðir. Hann getur tekið, hafnað því eða gert annað gagntilboð. Við ráðleggjum aðilum alltaf að svara tilboðum af því það eru meiri líkur á því að þeir nái saman ef að aðilar sýna samningsvilja. Hins vegar það oft að þegar kaupandi, ef hann byrjar mjög neðarlega, til dæmis miklu neðar en hann hefur ætlað að borga fyrir eignina, þá viðbúið seljandinn svari með mjög háu gagntilboði, það eru minni líkur á aðilin nái saman. Og stundum það bara þannig að seljandinn getur ekki svara gagntilboði tekið vegna þess að tilboðið það lágt að hann gæti ekki selt, það eru ákveðinir lán eru hærri eða það eru einhverjir skilmálar sem hann getur ekki mætt eins og til dæmis afhending við kaupsamning þegar hann á eftir að finna sér eign. Þannig að ég ráðlegg alltaf kaupendum að heyra í fasteignasalanum og spyrja hvaða þarfir hefur seljandinn, hvaða þarfir hefur hann með greiðsluflæði eða afhendingu og reyna að stilla fyrsta tilboði þannig að það sé líklegra að seljandi geti mætt kröfum kaupanda. Hins vegar þarf ekki að taka hann öll tilboð ef að seljandinn hefur skýr að það er svo ákveðnar línur sem hann vill alls ekki.